Já, ágætu fundamenn. Gárungar hafa stundum sagt að ef eitthvað tekst verulega vel í húsagerð og skipulagi hér á landi, þá sé næsta víst að sú lausn verði aldrei endurtekin. Í umræðunni húsnæðisvanda nú á tímum mikillar áherslu á nýsköpun vill stundum gleymast að þessi vandi er ekki nýr. Sambærileg staða hefur oft komið upp áður í sögu húsnæðismála hér á landi og menn hafa komið fram með haldgóðar lausnir sem reynst hafa vel við mun verri aðstæður en ríkja núna. Þetta á ekki aðeins við hér á landi, því segja má að húsakostur almennings hafi verið mikilvægasta verkefnið í byggingar- og skipulagssögu liðinnar aldar. Eftir fyrri heimsstyrjöld var svokölluð lágmarksíbúð eða á þýsku existence minimum helsta viðfangsefni nýrrar byggingarlistar víða í Evrópu. Góður arkitektúr var ekki lengur munaður hinna betur meigandi. Krafa tímans var að allir þegnar samfélagsins ættu rétt á vönduðum húsakynnum og heilsusamlegu umhverfi. Með hjálp nýjustu framleiðslu tækni yrði öllum almenningi gert kleift að eignast mannsæmandi íbúð á hagstæðum kjörum. Og í Þýskalandi, sem var mjög framarlega á þessum sviði eftir fyrri heimsstyrjöldina, var vísindalegum aðferðum beitt til að þróa alla þætti hinnar fullkomnu alþýðu íbúðar með tilliti til vinnuhagræðis, skipulags og byggingaraðferða. Sem dæmi það er að árið 1923 þá efndi hinn nýstofnaði hönnunarskóli Bauhaus í Weimar til sýningar, þar sem aðalverkefnið var tilraunahús hannað af nemendum og kennurum skólans. Það átti að vera svo ódýrt að venjulegu þýskur verkamaður hefði efni á að reisa það. Húsið var gert úr fjöldaframleiddum einingum, vistvænt, ódýrt og hagkvæmt. Markmið Bauhaus var að nýja hönnunin sem að þeir voru að tala fyrir ætti að bæta daglegt líf almennings og var húsbúnaður allur og öll innansmíð í húsinu hönnuð og smíðuð á verkstæðum skólans. Nú kunnasta dæmið þetta mikla átak í íbúðabyggingum á milli heimsstyrjaldanna er án vafa stóru íbúðasamstæðurnar sem voru byggðar í Vínarborg á árunum 1927 til 1930 og voru kallaðar Karls Marx Hof. Þar voru 1380 íbúðir byggðar í einu bretti í risastórum byggingum fyrir alltaf 5.000 manns. Þetta voru ekki stórar íbúðir, 30 til 60 fermetrar. Það sem vekur athygli var að það var 82% lóðarinnar óbyggt, því að það hélst í hendur við þessa viðleitni að það var ekki bara verið að hugsa að hrúa fólki niður í einhverja þrönga bakgarða eins og hafði tíðkast í iðnbyltingunni á 19. öld, heldur var vel hugað að öllum atriðum þar með talið að í hinum nýju borgum alþýðunnar þá yrði nóg pláss fyrir græna garða og útivistarsvæði og leiksvæði, og inn í þessum byggingum var alls konar þjónusta, bókasöfn, leikskólar, verslanir og skrifstofur. Hin íslenska iðnbylting, vélvæðing fiskiskipa snemma á 20. öld, hratt á stað miklum búferlaflutningum hér á landi úr sveitum í þéttbýlisstaði við sjóinn. Ein afleiðing þess var alvarlegur húsnæðisskortur í helstu bæjum landsins. Nýfluttar fjölskyldur bjuggu víða við óbærilegar aðstæður, mörg saman í einu herbergi, í rökum kjöllurum eða köldum háaloftum, án salernis og deildu eldhúsi með öðrum. Aðstæður hér í þéttbýli voru að þessu leyti engu betri en í erlendum iðnaðarborgum. Á árum fyrir heimsstyrjaldarinnar skapaðist neyðarástand í húsnæðismálum hér á landi. Íbúum fjölgaði hratt í bænum en nýbyggingar voru litlar sem engar vegna stríðsins. Reykjavíkurbær lét byggja bráðabirgðahús fyrir bástadar fjölskyldur sem svo var kallað syðst við Laufásveg, svo kallaða Póla. Þar voru 50 íbúðir án rennandi vatns og salernis í húsum sem voru lítt eða ekki einangruð.
og þessar lífinu í þessum húsum sem var ekki mönnum bjóðandi hefur Sigurður Magnússon til dæmis gert skil í einar sínum minningabókum. Einna fyrstur til þess að setja fram mótaða tillögu til lausnar húsnæðisvandan í þéttbýli var Guðjón Samúelsson, fyrsti arkitektin sem lauk háskólaprófi í þeirri grein og var þá árið 1920 skipaður húsameistari ríkisins. Árið 1921 þá ritaði hann grein í tímarit verkfræðinga þar sem hann benti á kosti þess og hagkvæmni að reisa samfelldar raðir húsa fremur en stök hús á stórum lóðum þar sem hver byggði eftir sínu höfði. Og við sjáum hérna á teikningunni, á neðri hluta myndarinnar sýnir hann hérna afstöðumynd af Þórsgötu í Reykjavík þar sem að sjást húsin sem þar stóðu fyrir. Það gerðist nefnilega á þessum tímum, þetta var fyrir tíma skipulags í Reykjavík og á þessum hallaristímum á stríðsárunum og fram yfir 1920 þá úthlutaði bærinn lóðum en gerði mjög litla kröfur hvernig byggt væri. Þannig að það var í rauninni hver og einn að baksa við að reisa sitt hús oft og þetta er götur eins og Lokastígur, Þórsgata, Grettisgata og þarna á þessum lóðum þá byggðu menn, þetta voru frekar stóra lóðir, menn byggðu pínulítil hús og í mörgum tilvikum þá höfðu menn bara efni á því að byggja kjallarann á húsunum og svo átti að vera hægt að byggja ofan á þau. Og það eru ennþá dæmi, ef það gengir þetta hverfi þarna í Skólavörðuholtinu, þá er ennþá hægt að finna dæmi það að það er bara hús sem er ennþá bara kjallarinn og eftir að byggja hæðirnar ofan á. Þetta fannst Guðjóni Samúelssyni vera mikil sóun og hann kemur fram með sem fagmaður með þessar lausnir að byggja í staðinn hann tók sem dæmi ef það hefði verið byggðar þarna á minni lóðum samfelldar húsaraðir með samræmdu útliti þá hefði mátt spara alltaf þriðjung byggingakostnaðar. Það hefði verið miklu betra að halda húsunum heitum því að þegar hús eru byggð vegg í vegg þá í rauninni sparast einangrun, það sparast byggingakostnaðar og frágangur. Landið sparast þannig að það er hægt að nýta meira pláss fyrir opin svæði og fyrir utan það að þá verður náttúrulega byggðin miklu heildstæðari og fallegri. Og í þessari grein þá var Guðjón búinn að teikna 3 tillögur af lausnum, hagkvæmum húsagerðum. Og ein af þessum lausnum sem við sjáum hérna á þessari mynd sem hann kallaði sambyggðir verkamannabústaðir, þá kom hann fram með ákveðna gerð sem að síðan lá til grundvallar, má segja svona í aðalatriðum af því sem hann svo seinna útfærði í verkamannabústöðunum við Hringbraut sem svo voru oft kallaðir. Það er að segja, það er stigahús, húsin er á 2 hæðum og það eru 4 íbúðir í hverju húsi, 2 á hverju hæð, sitt hvoru megin við stigaganginn. Þetta var hérna og það vekur athygli að þessi hús er ekki nema 2 hæða há og það var líka annað sem að Guðjón og Guðmundur Hannesson læknir en þeir unnu saman að skipulagsmálum í Reykjavík og víðar á þessum tíma töluðu fyrir að það mætti ekki fara að háhýsi 4-5 hæða byggingar eins og tíðkaðist þá í öðrum löndum að þær ættu ekki við í íslensku veðurfari því að það kastaði svo miklum skugga að vetri til. Þannig að menn voru alltaf að hugsa ekki bara byggja ódýrt heldur líka gæði þess sem var verið að byggja. Hann sýndi með greininni reyndar líka 2 aðrar tillögur, önnur tillagan sem að við sjáum hérna á efri myndinni, þar gerði hann ráð fyrir því að það var ekki sameiginlegu stigi heldur væri sem sagt hver íbúð var á 2 hæðum, gengið inn, hver íbúð hefði sínar dyr og svo varu stofa og eldhús niðri og svefnherbergi uppi en þessi gerð af íbúðalausn hún varð ekki fyrir valinu og hefur í rauninni aldrei orðið verulega vinsæl eða mikið notuð hér á landi. Þriðja lausnin sem hann setti fram hún fólst í því að hugsa þetta svona meira eins og bara stök lítil hús sem væri raðað saman í lengju. Það sjáum við hér á neðri myndinni og þetta var
þar sem annarhvert hús var með rishæð og svo inn á milli væru minni hús sem væru bara á einni hæð og kjallari, þannig að þannig var þetta að raða saman tveimur mismunandi gerðum af íbúðum. Það var ein fyrsta viðleitni til þess að bregðast við þessum húsnæðisvanda á skipulegan hátt voru svokölluð bankahús við Framnesveg sem voru reist á árunum 1922 til 1923 og það var Guðjón Samúelsson sem teiknaði þessi hús og byggði þá í grunninn á þessari seinustu tillögu sinni sem hann hafði kynnt í þessari grein. Nú, þetta er náttúrulega þetta er fyrir tíma laga verkamannabústaði, þetta er fyrir, á þessum tíma var engin lána fyrir greiðsla fyrir efnaminna fólk eða fjárhagsaðstoð sem þurfti að koma yfir sig húsnæði. Nú, Landsbankinn tók þetta upp hjá sjálfur sér að byggja þessi hús og tilgangurinn var að opna augu fólks fyrir kostum bygginga af þessari gerð og styðja jafnframt félög og samtök og einstaklinga til að byggja slík hús. Nú, þetta voru 12 íbúðir í sambyggingu, raðhús sem voru á 3 hæðum því það var kjallari undir húsinu líka og þarna hafði hver íbúð sjálfstæðan inngang og garð. Nú, húsin þau áttu sem sagt að verða hvati til nýjunga í húsnæðismálum bæjarins. Það var kannski misráðið að kalla þessa, eins og við sjáum á teikningunni, verkamannabústaði við Framnesveg vegna þess að þessi hús, þó vönduð væru og vel hugsuð, reyndust vera allt of dýr fyrir alþýðu fólk á þeim tíma. Þau hentuðu hins vegar ágætlega fyrir fólk úr millistétt, svo sem iðnaðarmenn og opinbera starfsmenn og þannig sá tekjuhópur settist að í þessum húsum. Það var líka talið til galla á þeim tíma að íbúðin var í rauninni á 3 hæðum og svefnherbergin voru uppi og svo var sem sagt nýjungi í þessum húsum að eldhús og borðstofa var í rauninni 1 rými. Þetta var það sem var kallað á þýsku Wohnküche, íbúðar eldhús. En af því að það var svo mikil húsnæðisneyð hjá fólki þá voru nú margir sem fluttu eldhúsið onni í kjallarann. Af því að þetta voru vönduð hús og vel byggð og þessna sáum en bara þarna var hægt að koma fyrir einu svefnherbergi viðbót með því að fara með eldhúsinu í kjallarann sem var náttúrulega ekki hugsunin með húsinu. Þannig að þessi lausn hún var þó byggð var á góðum hug, hún hafði í rauninni ekki þau áhrif sem að menn höfðu og Landsbankinn sem stóð fyrir þessu, hann náttúrulega það sem kannski fylgdi þessu ekki var einhvers konar lána fyrir greiðsla til þess að auðvelda fólki að eignast þessar íbúðir. Það gerist í rauninni ekki fyrr en með setningu laga verkamannabústaði árið 1929 í kjölfar að frumkvæði Héðins Valdimarssonar og það var sem sagt byggingarfélag, þetta fólst í því að það mátti stofna byggingarfélög í hverju sveitafélagi, byggingarfélög verkamanna eða byggingarfélög alþýðu eins og það kallaðist í Reykjavík og þau fengu lána fyrir greiðslu, ábyrgð á lánum hjá hinu opinbera og sem gerði það verkum að það var bæði þetta fjármagna bygginguhúsana, líka fengu þeir sem þar hlutu íbúðir og voru þá náttúrulega félagsmenn, gengu í félagið og fóru þar í einhvers konar biðröð. Þeir fengu þessar íbúðir á mjög hagstæðum kjörum á þeirra tíma mælikvarða. Og þetta voru gríðarlega merkileg hús, þetta eru tímamóta hús í okkar skipulags- og byggingarsögu. Þetta voru allt í allt þegar var búið að byggja allan reitina í hring meðfram götu. Þá voru þetta alltaf 100 íbúðir og þær voru byggðar líkt og í Vínarborg voru þessi hús byggð í kringum sameiginlega garð í miðjum reitnum. Nú það var fyrirkomulagi var þannig eins og ég lýsti áðan, það voru stigahús og 4 íbúðir í hverju stigahúsi, 2 á hverju hæð. Og allar íbúðirnar höfðu, öll stigahúsin, þau höfðu garða á móti í sólarátt, svona prívatgarða fyrir þessar 4 íbúðir og þeir sneri átt á sól. Og það var einmitt eitt af því sem að geri þessi hús mjög aðlaðandi er einmitt að þau eru ekki nema 2 hæðir á hæð og þess vegna nýtur mjög vel sólar og skjóls inn í þessum sameiginlega garði. Nú í þessum húsum þá var ýmiss konar þjónusta, það var mjólkurbúð og kjötbúð
og það var bókasafn og sameiginleg kyndistöð, og þannig að í rauninni var þetta samfélag. Það var ekki bara verið að leysa húsnæðismál, það var líka verið að skapa samfélag með þessum byggingum. Nú hérna sjáum við mynd af, þetta eru kynningarefni sem var útbúið vegna byggingasýningar í Oslo 1938, tekið sem dæmi hvað Íslendingar var að gera vel í byggingamálum. Þessi mynd sem að sýnir eitt stigahúsið, og á neðri myndinni þá sjáum við hvernig að fyrirkomulagi var í þessum íbúðum. Það má geta þess að fyrirkomulagið eða útfærslan og hönnuninni, hún var í rauninni tekin fyrir og rædd á fundum byggingafélagsins, og þar voru konur í fararbroddi sem hafðu mikið við teikningar húsameistara ríkisins að athuga og komu fram með margar breytingar og felldu nú einu sinni tillöguna. Þannig að það var virkt samstarf milli þeirra sem voru að teikna húsin og þeirra sem áttu eftir að nota þau. Eitt atriði sem að kannski hægt að benda á hérna, við sjáum þetta stigahúsið, hér pínulítið anddyri, það bað, það eldhús með setkrók, setaðstöð hægt að borða, og síðan er stofa og það sem kallað svefnhús, og þar voru tvennar dyr og tvennir gluggar, þannig að það var hægt að hólfa þetta herbergi niður í 2 minni herbergi. Þarna var byggður inn, þannig að það er erfitt að sjá fyrir sér betri nýtingu á plássi heldur en var í þessum íbúðum, sem að sýnir kannski það hvað það er mikið atriði að vanda vel til hönnunar á svona lausnum, viljum við byggja vel og hagkvæmt. Nú fyrir alþýðustétt kreppuárana, þetta er sem sagt byggt árun 1931-37 í miðri heimskreppunni, þá var það fágætur munaður að hafa baðherbergi með vatnssalerni og baðkerin í hver einustu íbúð. Og það eru til ýmsar sögur að því að fólk hafi, Guðmundur J. Guðmundsson sem ólst upp í þessum húsum, hann hefur sagt frá því að á sunnudögum þá buðu oft þeir sem bjuggu í þessum húsum, þeir buðu vinum og ættingjum að koma í heimsókn bara til að nota baðherbergið. Og það var í meira að segja fínum húsum sem voru frá sama tíma, fínum íbúðum sem voru byggð á einkamarkað þessum tíma, þá var klósettið annarkvort í skáp við endan á ganginum eða undir stiganum, þannig að þetta var ótrúlega framsýnt. Það var líka framsýn í því miðað við íbúðir sem byggðar í dag að það var gluggi á baðherberginum, þannig að það var hægt að lofta út rakanum. Svo var þvottahús og kjallara með suðupotti og ýmislegt litlar geymslur, þannig að þetta voru mjög vel hugsuð hús, og það sannast kannski best á því að í dag eru þetta með eftirsóttustu íbúðum í gamla bænum. Í næsta áfanga byggingafélags Alþýðu þá var eiginlega vikið aðeins frá skipulaginu, það var ekki byggð heil samfelld röð meðfram götu eins og var gert hinum megin við götuna og eins og átti reyndar að gera samkvæmt skipulaginu, heldur var byggðin brotin upp í 4 lengjur, þannig að allar lengjurnar þær hefðu garð á móti í sólarátt. Nú ein lengjan hún sneri eiginlega frá suðri til norðurs og þá var húsunum snúið og þau látin stallast til þess að auka sólarflöt hverjar íbúðar. Nú síðan var miðja hjarta þessara byggðar var leiksvæðið eða sem heitir núna Héðinsvöllur. Styttan af Héðni var ekki komin á þessum tíma, hún kemur seinna, en við sjáum hérna leikvallarskýlið. Og það sem var nýjungi þessari byggð var það að það var ekki að inngangar húsana, sumra, ekki allra, þeirra sem að það á við, þau sneru ekki út af götunni heldur inn að þessu sameiginlega svæði. Og þetta var eitthvað alveg nýtt í skipulagi íbúðabyggðar og í rauninni kannski vísir það sem síðan var lagt í grundvallar hérna í skipulagi Breiðholtana, þetta að aðgreina umferð akandi og gangandi til þess að börn gætu farið án þess að stofna sér í neina hættu frá heimili sínu út á leikvöll. Nú byggðin umhverfis Héðinsvöll, henni svipar margt til þessara evrópsku fyrirmynda sem ég nefndi áðan, ekki síst þessara frægu hverfa í Frankfurt, og
en það vekur samt athygli að þó þessi hús væru róttæk nýjung í skipulagi, þá voru þau mjög fallega aðlöguð af húsum sem komin voru. Við sjáum hérna sem dæmi, þetta eru húsin sem að stallast, hvernig þeim var fyrir komið, það var aðeins annað fyrirkomulag heldur en í eldri hlutanum, en athygli vekur að baðherbergin eru hér við endan á ganginum, að sjálfsögðu baðker og salerni, en hér eru gluggar á hverjum enda, þannig að það líka séð fyrir því að það sé loftun á þeim. Og sem dæmi um þetta, hvað hönnuðir þess tíma voru uppteknir af því að finna fallega lausnir í íbúðum almennings. Þá birtist grein í riti sem var gefið út, svona leiðbeiningabók um húsagerð, fyrsta sinna tegundar hér á landi árið 1939. Þá var Skarphéðinn Jóhannsson, húsgagnaarkitekt, þá skrifaði hann grein og þá tók hann sem dæmi hann tók að sér eiginlega innrétta eina íbúðina í þessum seinni áfanganum í verkamannabústaðnum og var að sýna fram á hvernig fjölskyldan gæti komið sér fyrir, hvernig húsgögn væri best að velja þannig að heimili yrði fallegt og plássið myndi nýta sem allra best. Þannig að það er þessi andi sem kannski maður saknar í dag, að þeir sem eru fremstir í faginu leggja sig alla fram og þetta var ekki eitthvað sem voru beðnir eða greitt fyrir að gera, þetta var bara þeirra framlag til samfélagsins. Það var allt land sem voru byggðir verkamannabústaðir, þó að það væri kannski hvergi eins mikið af þeir og í Reykjavík. Til dæmis, við sjáum hérna til vinstra megin verkamannabústaðir sem risu, eða teikningu af þeim sem risu við Selvogsgötu í Hafnarfirði árið 1934. Það var einn fyrsti bærinn sem gerði átak í þessum málum. Og þá komin dálítið önnur lausn á þessum húsum, það að segja að þetta ekki samfelldar húsaraðir, heldur þetta í rauninni stök hús með 4 íbúðum, en í staðin fyrir það að hafa eitt sameiginlega stigagang, þá eru stigahús í hvorum enda, þannig að það gengið inn sitt hvorum megin og þannig að það eru 2 íbúðir sem deila inngangi. Og þetta fyrirkomulag, það var svo tekið upp í næsta hverfi sem byggingafélag verkamanna byggði í Reykjavík. Það urðu reyndar þarna var ákveðin uppgjör í þessu félagi og það var breytt nafn og annað slíkt. Ég ætla ekki að fara út í það, en það er hægt að lesa það annars staðar. En sem sagt næsta, það er sem sagt byggingafélag verkamanna tekur við að byggingafélagi Alþýðu og það byggir í rauninni hverfið í Rauðarárholti. Það er að segja við Háteigsveg, Stórholt og Stangarholt og Meðalholt og þær götur. En þar var einmitt notuð þessi sama lausn að vera með 4 íbúðir í hverju húsi og það var sem sagt í byggingu alveg fram með 1950 í mismunandi útfærslum. Það voru sett hærri þök á húsin í seinasta áfanganum en í grunninn var þetta sama hönnunin. Það var sem sagt húsameistari ríkisins sem hannaði það hverfi allt saman og við getum séð það sem dæmi að það eru engar svalir á þessum húsum. Það var talið vera óþarfa spandans og lúxus á þeim tíma. Það var ekki talið nauðsynlegt að hafa svalir á svona íbúðum. Og hérna sjáum við dæmi, þetta eru verkamannabústaðir á Grundargötu, Ísafjörð, byggðir eftir teikningum frá húsameistara. Og það má finna dæmi á Akureyri og Siglufirði og allt land. Mismunandi lausnir og í minnstu bæjunum þá voru þetta oft bara einbýlishús, lítil einföld einbýlishús. Á árum seinni heimsstyrjaldarinnar þá skapaðist mikið neyð í húsnæðismálum í Reykjavík og það eins og í fyrri heimsstyrjöldinni þá fór saman samdráttur í húsbyggingum, efnisskortur annars vegar og hins vegar mikill straumur fólks í bæinn að leitað atvinnu. Og bæjaryfirvöld gripu til þess ráðs, líkt og þau höfðu gert árið 1916 að fara að byggja bráðabirgðahús. Og veturinn 1941–42 þá voru byggðar á vegum Reykjavíkurbæjar 104 íbúðir í bráðabirgðahúsum við Höfðatún, svokölluð Höfðaborg. Þessi hús voru úr timbri og þau áttu einungis að standa í stuttan tíma þó að raunin yrði önnur.
Einar Sveinsson, arkitekt sem var húsameistari Reykjavíkurbæjar, hann var mjög mótfallinn þessari lausn og hann reiknaði það út að kostnaðurinn sem sagt við byggingu þessara bráðabirgðahúsa væri 60% af verði varanlegra bygginga í stórum fjölbýlishúsum með hagkvæmum en vönduðum íbúðum. Og í ljósi þess væri bærinn að kasta peningum á glæ með þessari ódýru neyðarlausn. Borgar yfirvöld á þeim tíma þau tóku mark á Einari og fólu honum að teikna 2 fjölbýlishús með 48 íbúðum við Hringbraut sem voru kölluð íbúðarhús Reykjavíkurbæjar. Sjáum hérna teikningu sem var gerð, útlitsteikningu af húsunum. Þetta sem sagt bakarísblokkin sem sumir þekkja við á horninu á Birkimel og Hringbraut. Og þetta eiginlega, þessi hús hafa verið kölluð fyrstu blokkirnar í Reykjavík. Þarna kemur til sögunar þessi 4 hæða gerð af fjölbýlishúsi með stigagangi. Það voru sorprennur í þessum húsum sem voru algjört nýmæli og það annað sem að þótti bera til vott sem hvað var mikið lagt í þessi hús var að það voru svalir á hverju einustu íbúð og það þótti mönnum vera mikill lúxus á þeim tíma og þeir sem stóðu að því að byggja verkamannabústaði þeir gagnrýndu Reykjavíkurbæ fyrir flottræfilshátt og bruðl í þessum húsum. Þetta væri í rauninni ekki laust fyrir þá sem minnst ættu. En enga síður voru þessi hús mjög vönduð og vel hugsuð. Þetta voru svona til skiptis 2 og 3 herbergja íbúðir sem fléttuðu saman. Það sem kannski var athyglisvert í þessum húsum miðað við þá byggingarhætti sem í dag, að húsin voru ekki nema rúmi 9 metrar á breidd. Það talað það að dagsbirta hún berist svona með góðu móti 4 til 5 metra inn frá hverjum útvegg eða glugga. Það sem innar í húsinu í rauninni skuggasvæði. Í dag það orðið þannig að nú öllum baðherbergjum og þvottahúsum sett inn í þessi skuggasvæði og með engum opnalegum gluggum. En það var ekki svo í þessum húsum. Það voru gluggar á öllum baðherbergjum, að segja hringlaga til að gera þau fallegri og það var borðkrókur í eldhúsi og síðan voru eftir atvikum 2 til 3 herbergi. Þannig að þarna stóðu menn vörð ákveðin gæði í húsnæðinu sem maður getur sagt eru raunveruleg gæði, ekki bara einhver fín flott efni heldur gæði sem hafa með sól og birtu og útloftun að gera. Reykjavíkurbær hann hélt þessu framtaki áfram á stríðsárunum. Hann byggði sem sagt, ég glemdi nú kannski að nefna það í sambandi við þessi hús á Melunum, að þau voru hluti af nýrri skipulagshugsun sem fólst í því að byggja stór hús í staðinn fyrir húsaraði meðfram götu. Þannig að þetta sjáum við til dæmis í húsunum við Birkimelin sem eru byggð þarna í beinu framhaldi, að þar húsin standa ekki beint við götuna heldur eru þau við bílastæði eða bottlanga sem að ganga út frá henni. Og þess var gætt að hafa langt bil á milli húsana þannig að sólin næði að skína á allar hæðirnar því auðvitað voru húsin hærri og köstuðu meiri skugga. Og þessi Einar Sveinsson var búinn að reikna það út að kostnaður við holræs og gatnagerð væri minni með þessu fyrirkomulagi. Allar íbúðirnar snéru jafn vel við sól. Það voru engar sem væru sem sagt fengju minni sól á sig. Og en semst í framhald af Hringbrautarhúsunum þá voru byggðar 72 leiguíbúðir í sambyggingu við Skúlagötu sem hét, ég veit nú ekki alveg hvað hún heitir í dag, það er búið að breyta nafn á henni, en það voru sem sagt leiguíbúðir. Og þessi hús voru sem sagt ríkið veitti lán til byggingar þeirrar á grundvelli laga útrýmingu á heilsuspillandi húsnæði. Síðan var það 3. og seinasta fjölbýlishúsi sem Einar Sveinsson og borgin lét byggja. Hún var á horni Lönguhlíðar og Miklubrautar. Það fallega blokkin sem skagar út í Miklubrautina og allir þekkja. En þá var komið árið 1945 og þá var komin mikil þensla þetta voru nýsköpunarárin og það var gríðarleg mikil þensla í hagkerfinu á þessum tíma, erfitt að fá iðnaðarmenn
á þessum tíma þá voru ekki komin einn stór verktakafyrirtæki í Reykjavík. Þetta voru byggingameistarar og það var svona takmörk fyrir því hvað þeir gátu tekið að sér stór verkefni nema þá að sameinast það. Þannig að þessi bygging þarna þetta fjölbýlishús við Lönguhlíðina, það varð miklu dýrara, þetta dróst á langinn byggingin og það var miklu dýrara. Svo komu kosningar held ég 1948 og þá var eiginlega kostnaður við þetta hús að miklu deilumál í kosningunum, og þá voru það einmitt þeir sem stóðu fyrir byggingu verkamannabústaðina í þarna við Háteigsveg og í Rauðarholtinu, sem að voru Alþýðuflokkurinn þá aðallega, sem að gagnrýndu íhaldið í Reykjavík harkalega fyrir það að vera í rauninni ekkert að leysa þessi sárustu vandamál. Þeir varu bara í rauninni að byggja lúxusíbúðir fyrir millistétt og einhverja vildarvini og útluta þeim, og þetta væri í rauninni ekki nein almennleg lausn. En þetta hafði þessi gagnrýni, hún hafði þau áhrif að Reykjavíkurborg eftir þessar kosningar breytir algjörlegum stefnu, og þá fer hún í staðinn fyrir að byggja stór fjölbýlishús, þá fór hún út í það að byggja, sem sagt taka alveg ónumið land aldrei frá bænum og út við Bústaðaveg, þar sem var ódýrt land og það var grönnir á fast, og lét hanna þar tiltölulega, sem sagt 2 hæða hús með 4 íbúðum. Hver íbúð hafði sinn prívat inngang, prívat stiga. Það var mjög lítið sameiginlegt í þessum húsum nema held ég þvottahús. Og þetta var, sem sagt, hugmyndin var svo að borgin hún byggði þessi hús og skilaði íbúðunum svona tilbúnum undir tréverk, og svo var það þannig að hugmyndin var svo að íbúðarnir gætu sjálfir unnið að því að klára íbúðarnar eftir efnum og ástæðum. Svo í næsta nágrenni við þessi Bústaðavegshúsin, sem eru við Hólmgarð, Hæðagarð og Bústaðaveg, þá reis svonefnt smáíbúðahverfi. Þar var, sem sagt, þar bauð bærinn fjölskyldum ódýrar lóðir undir smáhús sem mátti byggja í áföngum bara eftir efnum og ástæðum, og þá var hugmyndin svo hjá borginni að íbúarnir gætu unnið sem mest sjálfir á húsbyggingunni, en það voru gerðar ráðstafanir til þess að aukavinna við íbúð til eigin nota var gerð skattfrjáls. Bærinn gerði meira en þetta, því að hann efndi til samkeppni fyrirmyndateikningar af hentuðum smáíbúðarhúsum sem að lóðarhafar fengu til afnota á hagstæðu verði ásamt öllum verkteikningum og séruppdráttum. Og þetta finnst mér vera dálítið merkilegt, að þarna sá til að auðvelda fólki þetta, það kom yfir sig þaki, þá lét bærinn vinna vandaðar, úthugsaðar teikningar með öllum verkteikningum, raflögn og öllu slíku, þannig að fólk bara fengi þennan pakka og þurfti ekki að hafa ágjörð af því að hver og einn að láta teikna sitt hús. Og með því var náttúrulega tryggt líka að hönnunin eða standardin á húsunum var mjög góður. Því á sama tíma og þetta var, þá voru menn að byggja í Blesugróf og við Suðurlandsbraut bara hver úr ódýrum efnum og algjörum vanefnum, og þetta var kannski ákveðið svar við þeirri þróun. Það rétt að geta þess að lög byggingarsamvinnufélög, þau voru sett þarna nokkru eftir 1930 af frumkvæði Framsóknarmanna, og margar af bestu húsnæðislausnum þarna á þessum tíma fyrir og eftir seinni heimsstyrjöld voru einmitt fjölbýlishús sem voru hönnuð af byggingarsamvinnufélögum. Og stéttarfélögin, þau voru á þessum tíma mjög virk í því að beita sér í húsnæðismálum. Til dæmis byggingarsamvinnufélag prentara, það var mjög framsækið og byggði mjög vönduð og góð hús, og fleiri stéttir eins og byggingar, það þekkt dæmi náttúrulega þessi blokk við Skaftahlíð í Reykjavík sem að Sigvaldi Þórðarson teiknaði fyrir starfsmannafélag Stjórnarráðsins. Byggingarsamvinnufélag Reykjavíkur, það var opnara fyrir fólki úr öllum stéttum, það byggði líka fjölbýlishús við Kleppsveg og víðar, og það voru kennarablokkin og símablokkin og svo framvegis og lögreglublokkin, þannig að þarna voru hver og einn, þetta fyrir tíma húsnæðislánakerfis, þarna var í rauninni, þarna bundust menn sem sagt böndum og voru unnu saman að því að leysa húsnæðismál sinnar stéttar.
Miðjan eftir seinni heimsstyrjöldinni í Evrópu þá var náttúrulega gríðarlegur húsnæðisvandi sem var til þess að menn fóru að þróa nýjar aðferðir í byggingatækni svo að mætti reisa mikinn fjölda íbúða á skömmum tíma. Og þá fóru menn að horfa til nýrra hugmyndi skipulagi eins og það að reisa hverfi með íbúðarháhýsum með lyftu. Og þessi áhrif þau bárust hingað og fyrsta hverfið hérna í Reykjavík sem skipulagt með tilliti þess að þar mætti byggja lyftublokkir með 8 til 12 hæðum var heimahverfið í Reykjavík sem var skipulagt á árunum 1955 til 56. Og háhýsin sem voru 3 sem voru byggð við Sólheima, við sjáum teikning af einu þeirra, þau voru öll 3 byggð af byggingarsamvinnufélögum, annars vegar byggingarsamvinnufélagi Prentar og hins vegar byggingarsamvinnufélagi sem hét Framtak og byggði húsin sem á teikningunni. Og þar var í þessum húsum var mikil sameign og frægt í þessum framtakshúsum að það þvottahúsið og efstu hæðinni til þess að allir hafi jafnan aðgang að fallegasta staðnum í húsinu. Og svo var það ekki þannig að formenn félagsins væru búnir að taka frá efstu hæðina fyrir sig, heldur var happdrætti. Það var dregið félags, það voru 2 stærðarflokkar af íbúðum og menn fóru það var farið til borgarfógeta og þar drógu menn sem sagt á hvaða hæð þeir lentu. Sumir voru heppnir en það var einhver svona falleg hugsun í þessu að allir ætti að hafa aðgang, að það var ekki, og þegar fasteignasalar koma í dag að skoða íbúðir í þessum húsum þá bara skilja þeir ekki að það skuli ekki vera lúxusíbúð fyrir einhvern auðmann upp á efstu hæðinni. Í heimahverfinu næsta átak Reykjavíkurborgar í húsnæðismálum var við Gnóðarvog í heimahverfinu og þar var innleidd alveg ný byggingatækni, svokölluð skriðmót, en þetta var þetta var 1956, þetta fyrir tíma byggingakranana. Skriðmót voru uppfinning sem kom frá Svíþjóð og fólst í því að mótin voru á tjökkum, ég kann ekki að lýsa þessu nákvæmlega, en þau voru tjökkuð upp og menn þetta var alveg unnið dag og nótt að því að steypa upp húsin og þetta sjáum hérna til hægri frétt sem kom þetta að það var búið að húsið reisa á 4 hæða hús var byggt á 5 dögum með þessari nýju skriðmótatækni sem hafði ýmsa kosti en var dálítið erfið í framkvæmd. Þetta var áður en að byggingakranarnir koma til sögunar, þeir koma eiginlega fyrst til sögunar hérna í Breiðholtinu. Og þetta var en samt sem áður þetta dæmi það hvernig menn voru að nota allra nýjustu tækni á þessum tíma til þess að leysa þessi erfiðu húsnæðismál. Það var Gísli Halldórsson, arkitekt, sem teiknaði þessi hús við Gnóðarvog. Hann var þá í rauninni, hann var borgarfulltrúi og beitti sér mikið bæði húsnæðis- og skipulagsmálum og hann vann jafnframt árak teiknistofu og kom að því að teikna þessi hús og lagði í það alúð. Hann teiknaði líka raðhúsin við Bústaðaveg sem voru 2 hæða raðhús, ég nú ekki með mynd af þeim en þau voru líka frá þessum sama tíma. Eitt athyglisvert dæmi framtak byggingarsamvinnufélaginu á þessum tíma voru háhýsin sem voru byggð við Austurbrún efst á Laugarásnum. Og þau kannski eru sérstök fyrir það að þarna eru bara pínulitlar íbúðir eða á okkar mælikvarða. Þetta eru íbúðir sem eru 50 til 55 fermetrar. Í rauninni stofa með svefnkrók og voru ætluð annars vegar einstaklingum eða eldra fólki eða fólki sem var að kaupa sína fyrstu íbúð. Og það var reyndar þannig að mjög margir þeirra sem gengu í þetta félag voru að koma yfir sig þaki í fyrsta sinn. Þessi hús þau hafa líka líkt og gömlu verkamannabústaðirnir verið mjög vinsæl og reynst vel og þetta einhver gerð af íbúðum sem bara mjög fátítt að finna. Og það er kannski tíman að tákna á þessum tíma í skipulaginu að þarna var íbúðir þeirra efnaminnstu voru gerðar það voru ekki faldar, þetta var stoltið í borgarmynd Reykjavíkur. Þessi hús voru sett efst á hæðir og þeim var skipað saman í grúppur. Þau áttu að vera fleiri, áttu að vera 5 hús á hvorri hæð en urðu ekki nema 3.
og þetta svona tákna að sko það var ekki lengur kirkjan eða einhver opinber bygging sem var mest áberandi, heldur var það húsnæðislausnin fyrir almennings, og þeir sem áttu minnst, þeir fengu í rauninni fallegasta útsýnið og besta staðinn. Nú síðan erum við komið fram til ársins 1965, en þá voru gerðir kjarasamningar sem fólu í sér byggingu 1250 leiguíbúða fyrir láglaunafólk til þess að reyna að komast fyrir þennan langvarandi húsnæðisvanda sem var búinn að vera í rauninni alveg frá seinni heimsstyrjöld, og þið þekki náttúrulega braggana, það var ekki ennþá búið að útrýma bröggunum, það tókst ekki að gera það fyrr en með byggingu Breiðholts. Nú fyrsti áfangin í þessari sem kallað var þessari miklu framkvæmda áætlun, það voru hús sem að risu í Bakkahverfi neðra Breiðholts. Nú skipulag hverfisins, það var byggt á nýjustu hugmyndafræði frá Danmörku. Það voru 2 danskmenntaðir skipulagsmenn, Stefán Jónsson og Reynir Vilhjálmsson, landslagsarkitekt, sem skipulögðu þetta hverfi, og þá voru Danir búin að reyna, þeir voru konir með slæma reynslu af íbúðarháhýsum, þannig að það var sá Breðstorff dansku prófessor sem var að vinna aðalskipulag borgarinnar á þessum tíma, og hann mælti eindreiði gegn því að það eru byggð fleiri háhýsi í Reykjavík. Það átti að byggja það sem kallað var á dönsku þétt og lágt. Og þegar þeir voru að vinna að undirbúningi að skipulagi þessa hverfis, þá horfðu þeir mikið á gömlu verkamannabústaðina við Hringbraut sem svona ídeal fyrirmynda því hvernig mætti leysa þessi mál, og þessi hugmynd U-inn og þessa U-laga form og garðan inn í þeim, hún kemur óbeint frá verkamannabústöðum í Vesturbænum. En þannig þessu hverfi þá stigu menn það skref að greina algjörlega akandi og gangandi umferð, þannig að það átti að vera tryggt að frá hverjum einasta stigagangi var hægt að ganga gætu börn gengið óhult í skóla og í verslun og strætisvagn án þess að þurfa nokkuð tíman að fara yfir bílagötu. Bílastæðinu var haldið algjörlega aðgreindum inn á milli húsana, og þetta var mjög hugvitsamlega leyst í þessum húsum. Nú síðan var líka mikil hugmyndafræði á þessum tíma að sko nærleiksvæði barnanna átt að vera eiginlega bara þannig að þau varu í augnkontakt eða í sjónlínu frá hverri íbúð. Þetta var náttúrulega þá tími þegar að kannski konur voru ekki útivinnandi í sama mæli og er í dag, en þetta var líka falleg hugsun að láta húsin mynda skjól utan leiksvæðin og láta þau vera í þessu nána sambandi við stigahúsin, og þá var lausnin, hún fólst meðal annars í því að inngangarnir eða andirinn þau snéru bæði, aðalinngangurinn snéri átt að garðinum og leiksvæðinu og auka inngangurinn snéri að bílastæðinu. Nú, við byggingu þessara húsa sem voru byggð við 2 eða 3 botnlanga í þessu hverfi, það var stofnuð sérstök teiknistofa og í rauninni fyrirtæki sem hét framkvæmdanefnd byggingaráætlunar, það var sem bara opinber nefnd, og hún stofnaði teiknistofu með verkfræðingum og arkitektum sem unna því að finna hagkvæmustu bestu lausnina á byggingu þessara húsa. Og þarna í þessum hverfi þá voru svona flekamót úr stáli og með byggingu sem voru sett á staðinn með byggingakrana í fyrsta sinn notuð til þess að byggja hagkvæm hús, og við sjáum að neðri myndinni hvernig húsin voru, það var bara steypt upp þessi grind, loftaplötur og berandi milliveggir, burðurinn var í milliveggjunum, og síðan voru útveggirnir festir utan á sem voru þá forsteyptar einingar, ýmist úr steypu eða gluggaeiningar úr tré. Nú, það var eiginlega niðurstaða þessarar, eftir að hafa byggt húsin neðra Breiðholti, þá var mönnum ljóst að það þurfti meira til að klára standa við þessar skuldbindingar sem að menn höfðu tekist á hendur með því að leysa þennan húsnæðisvanda, og þá var gripið til þess að taka svokallað Efra Breiðholt, þetta svæði sem við erum í núna efst á hæðinni, að setja það framar í forgangsröð af því að það var flatt land, áður hafði átt að byggja fyrst í Seljakverfinu, en sem sagt Efra Breiðholt var sett í forgang,
og þar var sem sagt voru menn, þar var sem sagt það voru aðrir skipulagshöfundar þar og þeir fengu þau fyrirmæli að einfalda skipulagið vegna þess að þetta að byggja húsin í svona vinkil það hafði skapað ákveðnar flækjur í því að ná fram hagkvæmustu lausn. Og þannig að þá kom þessi hugmyndum að byggja þessar stóru lengjur sem að voru einkenna Fellahverfið í Breiðholti. Það var líka tekin ákvörðun það að hækka byggðina, að fara með húsin úr 3 hæðum eins og skipulagshöfundarnir gerðu ráð fyrir upp í 4. Og að margra mati var það svona, fagmanna var það svona heldur til þess að rýra svona gæði hverfisins, en auðvitað var hægt að leysa fleiri íbúðir með þessum hætti. Þetta hverfi það var mikið gagnrýnt þegar það var byggt, auðvitað blastið var það þá allt hálfkarað og leit kannski ekki fallega út og skipulagsmenn og skipulagsfræðingar tóku mjög djúpt í árin í sambandi við þetta hverfi, en ég segi nú alltaf að menn verða að hafa það í huga að það var ekki fyrir með Fellahverfinu í Breiðholti að það tókst að leysa íbúðarvandann, þennan uppsafnaða áratuga vanda sem var búin að vera alveg, og það var seinustu bragga íbúðunum á Höfðaborginni var ekki útrýmt fyrir með byggingu þessa hverfis. Þannig að þetta var bara nauðsynlegt skref sem þurfti að stíga. Nú síðan kemur, þegar komið er inn á 8. og 9. áratuginn, þá kemur ný hugmyndafræði til sögunar, bæði hér á landi og erlendis. Nú það var svo að víða erlendis þá voru illa byggð blokkahverfi sem hefðu risið í fljótheitum eftir stríð, þau voru einfaldlega bara rifin vegna byggingargalla og félagslegra vandamála. Menn fóru að hafa efasemdir þessar skipulagskenningar sem hafðu verið þar lagðar til grundvalla og fóru að horfa aftur meira á eldri byggð og hvernig var hægt að byggja svona manneskjulegra og betra umhverfi, fá aftur tilbaka í nýja byggð ýmis þau gæði sem að voru menn sáu í eldri hverfum. Og þetta lá nú eiginlega til grundvallar þegar að Seljahverfið í Breiðholti var skipulagt. Þá var mikil félagsleg hugsun hjá þeim sem að því stóðu, sem fólst í því að blanda saman misstórum íbúðum fyrir mismunandi hópa inn í ekki við götu heldur eins konar þyrpingar. Við sjáum hérna á skýringarmyndinni, þetta var mynd sem var dregin upp, hvernig mátti koma fyrir jafnmörgum íbúðum og 3 mismunandi vegum. Það var hægt að byggja eitt stórt fjölbýlishús á stórri lóð með bílastæði. Það var hægt að byggja lítil sérbýli við götu með lóðum og frekar einsleita byggð. En síðan var það þetta hugmyndin sem lá að baki Seljahverfinu í Breiðholti sem var það að byggja það sem kölluðu þyrpingar, þar sem að húsin væru brotin upp í minni einingar. Það væru bæði stórar íbúðir og litlar. Það væri sameiginlegt leiksvæði á miðju reitnum og bílaumferðinni haldið aðskilinni. Og þessi hugmyndafræði hún var útfærð, það voru gerðar ýmsar tilraunir í Seljahverfinu með þessar hugmynd, sumt að því tókst, annað tókst ekki, en það allavega í þessu hverfi þá var allavega mikið hugað að því að gera ekki bara ódýrar íbúðir heldur líka nota skipulagi sem aðferð til að skapa gott umhverfi. Nú þessi viðhorf þau mótuðu hugmyndimannar hagkvæma íbúðabyggð fram undir aldamótin 2000. Nú og má segja, og árið 1992 þá var efnt til samkeppni á vegum þessum að þá hét Húsnæðisnefnd Reykjavíkur. Það var eiginlega þeir sem tóku við af framkvæmdanum byggingaráætlunar. Og það var samkeppni byggingu félagslegra eignaríbúða í Borgarhverfi í Grafarvogi. Og ég þekki það mál vel því að ég var í dómnefnd í þessari samkeppni og þá kynntist maður pínulítið þessum mönnum sem höfðu staðið í því að byggja Breiðholtið, Ríkharður Steinbergsson verkfræðingur meðal annars, og á þessum tíma þá voru menn búnir að þróa mjög vel þessa byggingatækni sem var notuð við byggingu í Breiðholtinu. Þeir áttu stöðluð mót, þeir áttu
alla tæknilausnina til að byggja þetta hagkvæmt, og það var svona útgangspunkturinn í þessari samkeppni að nýta þá tækni en jafnframt að skapa manneskjulegt og fallegt umhverfi. Og að okkar mati sem vorum í þessari dómnefnd þá vorum við nokkuð heppin með það að það var send inn tillaga sem hlaut fyrstu verðlaun, þar sem að tókst að flétta þetta nokkuð vel saman. Það var sem sagt að húsin voru, eins og við sjáum á teikningunni til vinstri, einföld í byggingu, það voru notaðar staðlaðar veggjalausnir en á sama tíma þá voru húsin ekki nema 8 til 9 metrar á dýpt eða breidd, það voru gluggar á öllum baðherbergjum, þannig að þarna tókst mönnum að endurvekja aftur þessi ákveðin gæði sem voru einkennandi í eldri lausnum. Nú það var líka mikil alúðlegð í að mynda raða húsinu þannig saman í skipulagi að það myndaði skjól og góð nærleiksvæði sem voru tengd við göngustíga og útivistarsvæði og sem var nýmæli á þeim tíma að íbúðirnar á jarðhæð þar fengu afmarkaða einkalóð. Nú húsin voru tiltölulega látlaus og einföld í útliti en það var semst meiri áhersla lögð á það sem að kalla grunngæði íbúðarinnar og sem ég var að lýsa áðan. Íbúð baðherbergi lá alltaf útvegg með opnalegum glugga, það var aðkoma var opin stigahús og svalir en það var passað upp á það að svefnibergisgluggar þeir snéru ekki út að svalaganginum. Nú þessi byggð í Borgarhverfi í Grafarvogi var seinasta hverfið sem húsnæðisnefnd Reykjavíkur stóð fyrir áður en að hún var lögð niður. Sú áhersla sem þar birtist á grunngæði íbúða var í anda þeirra sögulegu dæma vandaðar en hagkvæmar húsnæðislausnir sem við höfum séð hér á undan. Og það er umhugsunarvert að þessi einföldu grunngæði eins og opnalegi gluggar á baðherbergjum, eldhúsum og þvottahúsum eru í dag sjálfséði munaður í nýjum íbúðum, líka þeim sem eru kenndar við lúxus. Nú þetta hverfi, þetta seinasta hverfi, það virtist hafa tekist vel því að á síðasta ári eða fyrr á þessu ári eða síðasta vetur þá birtust viðtöl við íbúa sem þar höfðu fengið íbúðir og töldu að þetta hefði verið þeirra mesta happ í lífinu að eignast þarna góða íbúð sem var þeim ekki fjárhagslega ofvið að eignast eða búa í. Og þá vaknar náttúrulega spurningin hvernig ósköpunum hefur ekki verið haldið áfram á þessari sömu braut, af hverju var þessi húsnæðisnefnd lögð niður, af hverju var all þessi reynsla sem þarna var komin kastað fyrir róða, því að reyndin er sú að það hefur í rauninni ekkert komið í staðinn. Nú til að ljúka þessari tölu þá vil ég segja það að skipulag og hönnun íbúðarhúsnæðis er að öðru fremur reynsluvísindi. Það má rökstyðja það með ótal dæmum framvindu þróunar í byggingalist og byggingatækni á liðnum öldum. Flest þau vandamál sem við að glíma í samtímanum hafa komið upp áður. Tíminn er hinn mikli dómari ágæti bygginga og skipulags. Þess vegna er nauðsynlegt að líta til sögunar til að forðast að endurtaka félagsleg og fjárhagsleg mistök en einnig og ekki síður til að læra því sem vel hefur verið gert. Því þótt hollt sé og nauðsynlegt að leita eftir nýjum hugmyndum og innfluttum töfralausnum má ekki gleymast að byggingasaga okkar geymir nærtæk dæmi það sem reynst hefur vel við okkar aðstæður, verðugar fyrirmyndir hvernig byggja má vandað og hagkvæmt á viðráðanlegu verði. Það væri því verðugt framtak til umræðunar nú að gera haldgóða samanburðarúttekt á sumum þeim dæmum sem hér hafa verið nefnd, allt frá fjármögnun, lánakjörum og löggjöf til byggingaraðferða, skipulags, viðhalds og rekstrar. Þakka ykkur fyrir.